Þetta er Georg í hnotskurn, sofandi. Ekki að gera neitt sérstakt við líf sitt. Hvern einasta dag vaknar hann á sama tíma til að gera það sama á sama hátt. Líf Georgs er ekkert nema sama rútínan aftur og aftur. Hann vaknar, burstar tennurnar, fer í vinnuna, kemur aftur heim, situr fyrir framan sjónvarpið og fer aftur að sofa til að geta endurtekið þetta allt daginn eftir. En dagurinn í dag er ólíkur öllum öðrum dögum, því í dag mun Georg loksins brjóta upp rútínuna. Það sem Georg vantar nefnilega í líf sitt er ást, en Georg er mjög feiminn maður og að tala við dömur er óþægilegt fyrir hann. Svo ekki sé minnst á að það brýtur upp þessa rútínu sem Georg er orðinn svo vanur. Þetta er Sara, sem Georg sér daglega í strætóskýlinu á leið í vinnuna. Hann hefur aldrei þorað að tala við hana fyrr, en í dag er dagurinn þar sem hann loksins brýtur upp rútínuna sína og nær loksins í þann kjark sem hann þarf til að... En Georg gleymir sér og gengur fram hjá strætóskýlinu. Skyndilega snýr hann sér við þegar hann fattar að hann fór of langt. Þar sem Georg hefur nægan tíma ákveður hann í staðinn að labba bara í vinnuna. Þannig getur hann fengið smá hreyfingu, ferskt loft og hver veit, kannski mun hann hitta einhverja sérstaka. Rétt í þann mund sér Georg aðra konu. Hann veit að honum er ætlað að kynnast henni betur, þannig hann staldrar við og heilsar henni. Nei, Georg. Hún misti lykilinn sinn. Þetta er fullkomið tækifæri til að kynna sig fyrir henni, hugsar Georg. Georg hugsar sér allt það sem hefur leitt hann til þessa. Ef hann hefði ekki búið einmitt á þeim stað sem hann býr, ef hann hefði ekki unnið einmitt á þeim stað sem hann vinnur og ef hann hefði ekki einmitt á þessum degi ákveðið að labba í vinnuna, hefði þessi stund aldrei átt sér stað. Veistu hvað? Veistu hvað? Nei, ég er hættur. Georg, þú getur bara fokkað þér. Ég reyndi að koma þér inn eitthvað betra líf, en það er ekki hægt. Ég er farinn.